við erum að velta núna á síðasta ári eitthvað rétt 180 milljörðum, þannig að það eru þannig 100 og tæplega 30 milljarðar sem eru undir verslanir og vöruhús og restin kemur þá cirka 50 frá Ólís og fyrst og fremst frá Ólís. Afkoman skiptist nokkurn veginn í sömu hlutföllum. Hún er bara svona holt og bolt. En ef þú ert að velta fyrir við höfum ekki gefið upp framleið niður á fyrirtækin, en það er hins vegar ekkert leyndamál, ég meina Bónus er stærsta fyrirtæki í samstæðunni, veltan þar er á bilinu svona 85-90 milljarðar á ári og Hvað er Bónus stærsta þá með mestu matvörusölu á Íslandi? Þeir eru, þekkjur þetta varðandi krónuna þá og önnur? Já. Costco er í cirka 12 milljarðar eða 15? Já, eitthvað svoleiðis. Og hafa bara Bónus er þá langstæðst. Já, það er Bónus er og stærri en krónan, væntanlega. Já. Bónus er töluvert. Það er nokkur munur þar á. Hversu verðmætt er Bónusmerkið bara ef maður bara pælir í? Stórt er spurt. Hafið þið reynt að finna það út? Hvað það er? Nei, við höfum ekki reynt að finna það út, en þú getur náttúrulega bara leikið að verðmæti fyrirtækis, en vörumerki Bónus er alltaf merkilegt. Það eru djúpa rætur í samfélaginu, þetta er 35 ára saga og á upphafsárunum þá hafði Bónus gríðarlega athyglisverð og mikil áhrif á Íslands samfélag og það kannski ég meina áður en Bónus kemur til þá voru við að verja svona 22-4% af tekjum okkar í matvörukarfuna, heimilisins í matvörukarfu. Á fáum árum í kjölfarið þá breytist þetta í að matvörukarfan varð í kringum svona 14% af tekjum heimilisins. Og það munar minna og það sýnir kannski þörfina sem var fyrir Bónus á þeim tíma eða svona tækifærið plássi sem var á markanum. Gamla góða hillan eins og menn segja. En þann dag í dag eru við að verja þessari prósentu í matvörukarfuna. Þetta svona nálægt 14%. Já, það meðal útgjöld heimilisins að það séu. Já, og það er þetta er mikilvæg stærð að hafa í huga í bara samhengi við það hvað kostar að búa hérna á Íslandi, vegna þess að við þurfum alltaf að velta fyrir okkur hvað kostar hitt og þetta í samhengi við laun. En sem sagt, svo ég kom aftur að vörumerkinu, Bónus er örugglega eitt af verðmætustu vörumerkjum á landinu. Við fórum í smá æfingu fyrir 4 árum síðan þegar við fórum í breytingar á við breyttum vörumerkina aðeins, við breyttum grísnum og við breyttum aðeins búðunum hjá okkur til samræmis, þannig að það var svona upphersla á vörumerkinu og það var svo gaman að sjá hvað voru miklar skoðanir á því og það er það sem við viljum að sjálfsögðu, það var ekkert öllum bara sama. Finnur, breyta íslenska fánanum. Já. Það var líka þannig, ég man eftir því að það var Black Friday eða svartu föstudagur, þá held ég að vörumerkið hefði verið sett og svart Bónus vörumerki. Það var allt vitlaust í kjölfarið. En breytingin á þessu vörumerki, okkur finnst opaslega vænt gamla grísin, en gamli grísin virka ekkit sérstaklega vel í svona digitalisera, skulum við segja, þannig að möguleikunar nýja grísnum eru allt aðrir, en bara þannig svona snerti á því. Það sem skiptir hérna máli er fyrir hvað vörumerki stendur. Þið auglýsið alltaf ódýrast. Já, nei, við reyndar, það getum við ekki gert, en alltaf ódýrt. Já. Og það er allt annað, en ég myndi segja, og það er fyrir það stendur vörumerkið. En svo getum við debatera það, hvað er ódýrt? Er lambakjöt ódýrt, eða er mjólk ódýr, eða er spagetti ódýrt? Það væri kannski svona réttar að segja að þú færð alltaf góð kjör hjá Bónus vegna þess að álagningin er alltaf lág. En álagningin á dýra vöru, ef lambakjöt er dýrt, það er alltaf lág álagning, þannig þú getur, og það er það sem hefur kannski gert Bónus að því fyrirtæki sem það er í dag, er að viðskiptavinir geta gengið inn í Bónus á hverjum einasta degi og þeir vita það að álagning er alltaf lág og ég leyfi mér að segja það að það er engin önnur verslun sem býður upp á í rauninni þennan veruleika.